Já, verið velkominn. Klukkan er núna 11, ekki inn að bíða. Hann Ágúst ætlar að fræða okkur hagrænt umhverfismat á virkjun í neðanverðri Þjórsá, var það kallað, en þetta er raun og veru Urriðafossvirkjun sem við skilst að sé búið að taka úr, búið að gera tillögu að færa úr friðunarflokki yfir í nýtingarflokk, en ekki? Nei, það var biðflokki yfir í nýtingarflokk. Jú, skulum bara fara yfir það, komið sæl, það fyrir að koma. Og ég þarf að fara klukkan 12, ég er að fara í réttir, en þarna, við getum bara spjalla þangað til. Og þarna, efni er tiltölulega tæknileg, en ég fréttaði þriðjudaginn frá einhverjum áhuga utan háskólans á þessu, þannig að svona nálgaði sig þess þannig að við meira svona spjall, sko, Þór Einarsson prófessor myndi segja að það væri myndir á spjall, en þarna, og þið bara spyrja bara eins og þið viljið. En, sko, verkefni kemur til í þriðja áfanga rammaáætlunar og því að það er bara ákveðinn ómöguleiki í afgreiðslu á rammanum, eða þess að sérstaklega vinnu faghóps 4, og ég fara með hérna tilvísinu þau hérna, það staði í lokakaflanum þetta. Það er rauninni það sem ég er svona að vekja athygli á að niðurstöðunni það liggi hvorki fyrir nægilegar upplýsingar fjárhagslegan kostnað og ábata, né mat á öðrum kostnaði og ábata, sem er þá rauninni að áfellisdómi fyrir því einhvers konar kostnaðar ábatagreining fari fram. Og þar sem komum við inn í og það er til staðalega fyrir kostnaðar ábatagreining og ég er vel einhver skref úr því til þess að fara yfir og fyrst sem það gerir er að kortleggja hvaða önnur verkefni koma til greina. Eitthvað sem að þjóna sama tilgangi og bera þetta saman. Og við gerum það alveg í ramman. Við erum með fullt af virkjunarkostum og við erum að velja úr þeim að þeim er einhvern veginn verið raðað og svo er spurningin hvernig þeim er raðað og þetta er borið saman og forgangsraðað og svo framvegis. Þannig að það er svo sem alveg gert. En í kostnaðar ábatamati er líka mikilvægt að bera það saman við óbreytt ástand. Þá í þessu tilfelli væri að þá virkja ekki meir, hvað þýðir það þá? Og svo svona að ekki athygli á því að almennt í þessu er eitthvað tæmendilisti stórunefur. Það skiptir miklu máli, það næsta skrif sem ég dregur fram frá hvað sjónarhóli er horft. Og náttúrulega þú getur úttekað hagfræðilegu sýnin af því að þú færi þá einhver svona alheimshagsmuni af þessu og myndir þá reyna að taka með af þeim, en það er engin alheimsstjórn sem að tekur endanlega ákvörðun þessi mál. Og það er alveg endi, ef íslenska ríki er að taka ákvörðun þá er það kannski þá sem að þau eru umboðið fyrir sem að þá allavega horft til. Og þá strax komið vandamál hérna eins og var til framkvæmdarleyfa þess að það er að umhverfisáhrif virði ekkert alltaf landamæri. Þannig að það er kannski eitt sveitarfélag sem að afgreiðir verkefnið frá sér en þetta hefur henni víðtækari áhrif. Og síðan fara að mæla áhrifin og ramminn er svo sem gert það eru faghópar sem að fara yfir fjölmörg sem að ég er svo sem ekki verið að velta mig sérstaklega mikið upp úr akkurat núna, en margir hérna inni sem þekki það svo sem betur en ég. En svo er svona lokaskrefið sem ég ætla að fara í er að í kostnaðar ábatamati að þá þurfum við, ég segi að það er meta þann kostnað og ábata til fjár, en það er alltaf lágmark að við séum með sömu einingu undir. Það þarf svo sem, þarf svo sem ekki vera peningur. Þannig þegar ég sé fólk frammi sem er að leita á okkur sem að... Haldur bara áfram í skjál. Ég sá já, þið sjáu þess að, það er, við erum oft mætt andstöðu við þetta að tala meta til fjár. Og það er að þess að fólk talar oft að, já, fyrir svo vel, komið hérna, takk. Við erum komin hérna. Við erum velkomin. Við mætum átt andstöðu við einu punkt þegar ég segi þetta meta til fjár, en við erum bara vekja eftir því að það snýst ekki endilega peningana per se heldur sem að gera sömu hluti saman. Og það snýst þá til dæmis það sem ég ávið er að við eigum ekki, það er ekki til markaður fyrir það, þá kannski blessunarlega, en umhverfisáhrifin eru þar undir. Frítími á ekki markað heldur og við notum launin okkar til þess að meta hann einhvern veginn og erum strax farin að meta peninga fyrir tíma og hann sé náttúrulega ómyndarlegur þannig.
og við erum svona uppáhaldsmælikvarði minn við tölfræðileg stífsaði eins og spyrjandi henni hjá mér, en við erum að ná utan eitthvað sem að við höfum ekki einhverja einingamælingu á, þú veist. Umhverfisáhrif eru þau bara skalan milli 10 og þetta 9, eða hvað það er. Þannig að við erum verið að nálga það einhvern veginn. Og það sem að gerist og kannski það sem við komum inn að það til eitthvað svona peningilegt mat af framkvæmdakostnaði og mögulega sölu andvirði, rafmagnsins og svo framvegis. Og það hættið því að við horfum fyrir eingöngu á það, svo eigum við hin áhrifin eins og umhverfisáhrifin og ég ætla svo ekki ganga svo langt að segja að við mæti afgangi sem við kannski gera það, en það frekar að við bendum á þau og við erum meðvituð þau, en við ætlum samt að virkja, og það sem að skiptir henni máli þar að ef við gerum þetta á annað borð og förum í þessa framkvæmd án þess að meta umhverfisáhrifin í sömu einingu og til dæmis framkvæmdakostnaðinn og ákvæðan, að með því erum við að svo sem að tekur endilega ákvörðun að segja það er meiri peningalegur ávinningur af þessu heldur en umhverfisáhrif. Það þá í rauninni, ég verð bara hægt að þetta óbeint að segja það. Við skiljum hvað við. Já, þannig að hvað þá svarið við því, þegar við erum að vinna innan þessa umhverfis, að þá liggur beinast við reynum þá að setja eitthvað verðmiða á umhverfisáhrif. Og það þá, það þýðir ekki að við séum komið með, þetta sé virkjunin eins og fasteignamat eða eitthvað þess að þar, áinn sé svona mikil svirði að þannig, þetta snýst þetta bara það segir hagfræðilega jaðar áhrifin af þessari framkvæmd, þú tekur ákvörðun að fara í hana eða ekki. Bara aðeins sem við séum verðmætt að einfaldast að segja það sem við vinnum út frá bara allt sem það eigur velferð verðmætt. Og það gefur þessar ábata að það verða verðmætt. Og það tengir kannski bestir við að kannski auðljósast varðandi umhverfi, en það eru svona þættir sem að við höfum ekki mælt eitthvað hefur sett. Getur haft tilvistagildi, eða sumir borga í einhverja verndarsjóði fyrir ísbyrni sem að þau mun aldrei komast í návíð við, eða eitthvað þess og þar. Það er þá bara tilvistagildi að við viljum bara að þetta sé til á það við hvort við sjáum það. Við getur ekki verið tilvistagildi fyrir framtíðina, að þú viljur að framtíða kynslóðir til dæmis geta notið þess, eða þá að þetta sé svona aðeins nærtakara að eins og umhverfisáhrif. Það svona óbein nýtt sem við höfum að því, þjóðvegur 1 til dæmis þarna rétt við þessa virkjun sem við höfum fjallað hérna. Það einhver umhverfisáhrif að því, þú nýtur ýmislegt sem þetta út að býr til einhvern ábata fyrir. Það í rauninni, líkapunkturinn hérna bara þetta verðmæti þess að yfirgripsmeira en markaðsverð. Og markaðsverðurinn hjálpir að mæla verðmæti. Og í kenningu að ef það væri markaðir fyrir allt, þá væri við með verðmat á öllum smáhrifum. Og það sem við þurfum þá að gera er að ekki til markaðsverð að fara einhverjar svona óhefðbundnari, svona innan gæslega hvað þeir eru. Og hér líka beinast við að nota eitthvað sem hefur að gera með svona val fólks og það afhjúpi þá einhvern veginn verðmæti þess sem undir gagnvart þeim. Og svo spyr ég það bara eins og þið vil. Og við erum þá komið að meginefninu, ég var ekki mjög lengi að komast að þessu ekki. Það er svo þeir urðafarsreikling. Og hérna hann að setja þetta í samhengi við inn í matsverkefni sjálft. Það við getum lýst þessari framkvæmd í tölvöld nákvæmar, en þetta svona helstu staðreyndir sem ég að draga ekki með fram. Ég bara netti ekki á fyrir því að athuga hvort það væri enda næsti virkjunkosturinn í Þjórsá. Ég held það og hann var það sannarlega þegar við vorum í þessu mati. Og hún var, þegar við vorum í þessu verkefni í biðflokki, og verði sem sagt við Hreiðartanga sem rétt ofan við á veg. Svo Sigurður sagði ég í byrjun að þá náttúrulega sem sagt horfur að því að virkjunum verið færið úr biðflokki í byggingarflokk. Og
til að setja virkjunina aftur í samhengi þá náttúrulega fyrir ýmsar vatnsaflsvirkjanir og þegar í Þjórsá sem að framleiða þá að uppsett afla á þeim hérna í næstu 1000 megawatt og á þeim tíma sem við vorum í verkefninu að þá sem sagt eru tveir aðrir virkjunarkostir sem var þá komnir styttra leið en eru núna allavega Hvammsvirkjun en Hvammsvirkjun var einhvers vegar þá í orkunýtingarflokki og Holtavirkjun var í biðflokki. Og þetta dreigir fram núna og gerir líka í verðmætinu út frá því að við erum að lýsa umfangi virkjana í Þjórsárdal eins og þetta stóð þegar við gerum verkefni. Og já, síðan þetta mynd sem við fengum frá Orkustofnun og við notum í kynningarefninu okkar. Ég er að reyna að nota á sama myndefni og við settum í skýrsluna á sínum tíma svo að þetta lítur nú svona eins og. Og þá, þetta er þá eitt sjónarhorn á virkjunina fyrir og lítur þetta svona út og hér sem þetta er rennslið í fossin hérna niður og svona, þetta er ekki mjög skýrt en ef þið horfa eins og þetta svæði núna, skiptum gleraugandur eftir og þá svona teikna á þeim einhvern veginn svona. Þá sjáum við að flæðið talsvert mikið minna niður. Og við byggum ekki þessu myndi til, þetta er bara hluti af því sem er lagt inn í ramman og náttúrulega þetta er búið til einhvers konar framkvæmd og plan fyrir virkjun og það er lagt fram. Og þetta lítur okkur svona út. Þannig að ég sjá þess að þetta ásýnt svæði sem breytist töluvert og það sem kannski skiptir mestu máli varðandi þessa virkjun er náttúrulega síðan ekki bara hérna hvernig Árbakki breytist, heldur líka þetta rennsli hann niður, því að það er snúast kannski eins og við mæltum svona helstu deilumir. Síðan er hérna þjóður 1 í gegn, þannig að þið sjáum þá líka svona aðra fyrirrættumynd að þetta er rennsli hérna eins og við erum að sýna gráðan og það er einhvern veginn svona, þetta er þá tölvugerð mynd. Þannig að við sjáum að þetta fyrir og eftir að þetta eru tölulegar áhrif. Þetta er óháð einhverju lífríki og svo framvegis að þá er það bara horfa á ásýnd og þá er hún líka breytt. En talandi síðan þá einhvern ávinning staðar fyrir virkjun er að þú reynir fæst eitthvað rafmagn. Þannig að við setjum þetta í samhengi við þessar tölur sem við höfum áðan að þetta er 140 megawatt og virkjanir sem þá voru fyrir í Þjórsárdal voru eitthvað í kringum 1000. Þannig að þetta er einhver aukning þar á og við notum rafmagn og samanborið við með það virkjunarkosti, vatnsaflsvirkjanir þá sérstaklega, að þá er þessi virkjun hagkvæm að því leyti að það kostar tiltölulega lítið að koma niður á fót og þá náttúrulega er ég að líta framhjá umhverfisáhrifum. Þannig að hagfræðingar tala illa verkfræðinga og öfugt, þannig að við erum þá að horfa út á verkfræðingi sem leggur til eitthvað framkvæmdaplan að þá er ódýrt að búa þetta til og ég fæ rafmagn til. Það er mælikvarði á skilvirkni. Og til að setja það í samhengi, það eru 7 kostnaðarflokkar í rammanum og þessi virkjun er í 2, eitt væri þá sem þau eru ódýrast. Og flestar aðrar vatnsaflsvirkjanir eru í flokki 4 og 5. Þannig að út frá því hvernig við erum fara þá með hálf opinbert fé eða hvernig við erum orðað það er eitthvað framkvæmdaaðili sem er það Landsvirkjun að það kosta minna til en í mörgum öðrum tilfellum fyrir sama ávinning af rafmagnsframleiðslu. Og þegar við erum í verkefninu þá er virkjunin í biðflokki í öðrum áfanga og þannig raðaði ég var í 3. áfanga í þessu, en afstaða annars áfanga rammaáætlunar var að setja virkjunarkostinn í biðflokk og það er sérstaklega litið til óljósra áhrif á laxfiska í Þjórsá og það er sem þeirra þungum ég segir að laxar framvegis. Og síðan í 3. áfanga þá setur verkefnisstjórnin virkjunarkostinn fyrst í nýtingarflokk að því hún fær bláar einkunnir sem þá mat á samfélagslegum áhrifum eins og kalla, þetta er hans betur í eftir. En eftir sérstaklega skoðun að þá speraði fyrir óvissu, hún færð aftur í biðflokk. Þetta er þá eitthvað
sem að... Það er bara mat á samfélagsáhrifin að líka mat á hvað heita flokkarnir. Já, ég fer í þess að tvo eftir sem að ég að reyna verkinu á teknu, en þetta er rétt ábyrgð. En það sem ég er að reyna að segja er að það eru faghópar sem að taka afstöðu til þessari virkjunar, það eru ykkur mælingar úr rammanum á henni og samkvæmt matskerfinu innan rammans þá fær hún eitthvað háa einhvern í því sem að samfélagslega áhrifum, umhverfisáhrifum og svo framvegis og hún er ódýr í framkvæmd, þannig að okkur, ef við erum inn í þeim ramma, innan rammans, að þá er þetta svona, eins og einhver segir, bara nóbreyðið, þú bara ferð það í þessu framkvæmd. En það sem að báðir hópanir segja er að þau tala hérna eins og þetta gera mikið úr laxfiskinum. Það er sem tala þetta hérna að laxfiskunum fær háa áhrifengjum og það er sérstaða sem endurspeglast ekki í meðaltalinu sem þau horfa í. Faghópur 2 er svo að ég myndi leggja þeim orðið munni, þetta sé bara svona svipuð afstæða. Það er sem sagt, það er einhver burtséð frá öllum áhrifum varðandi uppistöðulóni og svo framvegis, þá er allavega sem sagt eitthvað inn í ramman sem grípur áhrifin á laxi, þó við séum síðan ekki að horfa á því. Og það er, og svo langar mér að benda á það sem ég kalla svona ákveðin kalla í rammanum, finnst mér, er því að hérna eru einhvern þess faghóps 1. Og það er sem sagt þessi vægi sem upp í 100 en mesta mögulega einhvern væri það 10, þannig að þetta væri sem sagt, það fara háa einhvern hér, þá er sem sagt, það mikil þarna áhrif á vistkerfi og umhverfisáhrifin svo mikil að þetta væri þá sem dýrt í umhverfismati rammans eins og þau leggja fram. En gallinn við þetta er að þetta vægi hérna er fyrirfram ákveðið. Þannig að sem sagt, svo að menningarminjar, það var skatt og skalar milli 10 jarðminjar og vatnafar fá einhverjum 9,5, bara svona til dæmis. En það fær bara 25% vægi, þannig að þú gæti verið með, þú veit ég ekkert mjög mikið um jarðminjar eða vatnafar, en segjum þetta væri, þetta er eitthvað heimsvísu, þetta er þess við tölum til UNESCO, þetta finnur að menningarverðmætum, en segjum að vera eitthvað sambarlegt fyrir annað, það getur sprengt alla skala, en vægið er samt ennþá bara 25%, skiljið. Þannig að þetta eigaði við fyrir að endurspeglast ekki í meðaltölum. Og ég sjá hérna síðan hérna er samfélagsáhrifin sem meðlega það ferðamennska beit og veiði en ramminn leggur bara langmesta áherslu á ferðamennskuna, fær langmesta vægi. Veiðin fær tiltölulega lítið og þar fær þetta 10 einhver sem er þá sér rauninni svona mæli þá algjörlega gegn því að þessu virkjun verður gerð, því leyti, en þetta gæti einmitt verið, mér er sagt að þessi einstæða laxastofn og ég drekk það bara ekkert, ég veit bara ekkert Það er vont að fá háa einhvern. Já, þannig ég segja þannig að þau fá háa einhvern að þetta er einstæða stofn en það birtist einmitt ekki í þessu meðaltali að heildar einhverjum fyrir samfélagsáhrifin er 0,7. Þannig að já, lág einhvern hér ítir undir það að þú færir nýtingaflokk. Þannig að ég segi ekki kannski gott og vont. Hvaðan kom þessar prósentur? Það er svo rosalega nákvæmast. Já, þetta er bara úr rammanum. Þetta er bara eitthvað sem að fá þau ákveður hvað vægi þau ætla að gera. Og þetta er alltaf fyrirfram ákveð. Hvernig er það rökstuð? Já, ég meina það, ég hitt það 25%. Já, það er ekki sérstaklega rökstuð allavega í einhvern formlega gögnum, sko. En svo að geta allra sanngirni, ég er að gera svo rannsókn fyrir 5 árum og það er ýmislegt sem að týnist úr svona milli, en ég fletti þessu upp. Og ég var svo að gera það kvöldum í vikunni og ég fann aldrei rökstuðning. En ég hef oft spurt út í þetta og ég framvátt þessu verkinni fór svo sem í svona ýmislega óformlega vinna á stað og ég hef oft spurt einhverja í orkustofnum út í þetta og ég hef aldrei fengið eins svör og margir sem ég spurt út í þetta ekki eins og næðus. Þannig að þú getur verið með eitthvað en þetta er samt sko, ég er að nálgast þetta rauninni út frá bara sem innlegg inn í ákvörðunina á að virkja þessa virkjunist já eða nei. Og það er þá skiptir svo sem líka máli því samhengi er að ef að markmiðið er að ná í rafmagn fyrir land og þjóð, að þá hefur alltaf hingað til verið horft í það að þessi gert með lágum tilkostnaði varðandi framkvæmdina og við erum þá hérna þetta bara umhverfisþáttinn í því, þannig einhverju nú. Ástæðan fyrir þessu svona. Ég er samt spyrja, þú segir að rannsóknir þín er ég vann hjá Landsvirkjun en sko, þú segir hérna, þessi skoðan þín er 5 ára. Já. Eru þá
kostnaðargrein, þú veist, FCOE og svona, er það líka frá 2009 eða það er náttúrulega bara ýmislegt breytt í bara kostnaðarmati það er bara frá 2019. Þú veist, þetta er bara unnið fyrir rammaáætlun sem þarna vinnan fyrir 2020 kemur út sko febrúar 2021. Þannig að þetta er bara meira tölurnar þá og þá allar tölur sem við erum að vinna með skilinu. Já, hvað er það flokkurinn sem er standardflokkur? Manstu hver verðbyrðin er? Nei, ég man það ekki. Af því að það var svona, ég hérna aðlæðin að fjalla þessu aðferð, en hugsa þetta, sko gott eða kemur ekki sér í klæðin, en ég man það ekki alltaf að... Við bara að spyrja verðbyrðin. Verðflokkinn, þetta er 1,4,7. Við fyrir bara svo... Já, kostnaðarflokkinn á rammaáætlun. Það liggur fyrir og það er í skýrslunni, já, það er í skýrslunni bakvið þetta að þú varst að velta því fyrir þér. Þannig að en þetta er bara allar upplýsingar sem, allar nýjastu upplýsingar cirka 2020. Það er það nýtt. Það er nárammi.is. Já. Þetta er að þengsta, sko. En, sem sagt, þessi umhverfis, og það er svona, þegar við tölum umhverfisgæðin sem tengjast þá þessari virkjun, þá erum við að tala það sem að ramminn hefur kostað. Það er bara gert vel, sko. Það er þarna, ég legg ekkert mat á það. Það er þá, þetta er vatnaminjarnar, það er þessu samfélagslega áhrifin, það er þarna búland og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það er svo sem ekki skortur á kortlegningu á því sem verður fyrir áhrifum, heldur eru kannski bara að skoða hagræn áhrifin af þessum áhrifin sem munu verða. Og við þurfum að, þessi umhverfisgæði sem við erum að tala um, eru í rauninni, það er kannski ekki beini markaðir fyrir þetta. Við þurfum þá matsaðferðin snýst það að búa þessar aðstæður einhvern veginn til. Og þetta er mjög fínt og þessar matsaðferðir eru oft gagnrýndar fyrir það að þið eru svona hypotetiskar, en þetta var í rauninni kjörið verkefni fyrir okkur af því að það var það nákvæmlega ekki hér. Þessi rannsókn hún fór inn í rammann. Hún var raunverulega liður í því að taka ákvörðun hvernig Urriðafossvirkjun yrði á endanum hraðað. Þannig að oft er maður að búa til einhver svona ímyndaðir að þú sért að taka afstöðu til þess og þess að hvað velur upp. Hér erum við raunverulega að leggja það á borð. Nú erum við að fjalla Urriðafossvirkjun og að teknum tillit til þess og þessa, hvernig raðar henni. Þá og ég fer hans yfir það fyrir að það eftir. En helsta áskorunin, gagnvart virkjuninni, er að viðhorf fólks til virkjana eru í rauninni að minnsta kosti tvenns konar. Virkjunin er það sem við getum kallað hagrænt ógæði, þetta sem dregur úr velferð, og umhverfisáhrifin eru það. Þau eru ordinar gæði sem að raðast einfaldlega þannig. En rafmagn er hagrænt gæði. Óháð þá að horfa bara rafmagn og hvernig búið til svo framvegis að þú veitt meira rafmagn almennt en minna. Þannig að þú varst að nálgast þetta út frá því. Ég kenna skogast og andstæð áhrif á. Einfaldlega vegna þess að sumir meta rafmagni meira en umhverfisáhrifin. Það er þeirra persónulega preference og öfugt. Og það snýst þetta. Þeir sem að vildu síður virkja og eru kannski komið hjá virkjunni, þau eru allir líka tilbúin að taka á sig þess hærri rafmagnsreikning ef út í það er farið. Það er ekki sem að tala þann. Og ég skil það bara mjög vel. Og það er líka eitthvað sem kemur fram í rýnihópunum í verkefninu. En síðan eru aðrir sem að rauninni sleggja bara minna í það. Þú veist, ég fer aldrei í Þjórsárdal, það má alveg virkja þarna og rúla það bara þannig. En þar í því liggur aðal áskorun þess að hvernig ég leggur fram eitthvað svona eitt mats, leggur ég eitt heilstætt mat þar sem fangar það bæði viðhorfum. Ég get ekki spurt einhvern sem að vill virkja Urriðafoss ákvaða til að borga fyrir það sé ekki virka. Þessi það þýðir, og á sama tíma það var að taka fram að einhvern sem vill virkja þýðir ekki endilega að þau virði umhverfisáhrifin undir algjörlega vetti. Þau bara vega minna í þessar ákvörðun sem það tekin hjá þeim. Og að einhver leyti má svolítið líta á þessi, mér finnst þetta einfaldast þegar ég var að kenna þetta einhvern
horfa bara svolítið á þetta eins og kosningu, þar sem fólk verður raunverulega upplýst hvað í gangi. Það bara til dæmis flókið að vera að halda í kosningar hvert eitt virkjunarverkefni og svo framvegis. Þetta má nálga þessar aðferðir þannig. Og þetta ekki bara ég að gera einhverja mjög einfalda spurningar hvað finnst þér, það aðferðafræði á bakgrunn. En við þurfum sér þá að nálgast frá tveimur áttum. Þannig að við erum að fanga það sem heitir greiðsluvilji einhver sem að vill, þó að viðkomandi vilji virkja virkjunina, þess að fara í þessu framkvæmd, þá erum við samt að ná einhvern utanum fyrir þér hvers virði eru þá umhverfisáhrif. Og þá höfum við einhvers konar mat á því sem að ábatinn er þá meiri en þessi upphæð hérna. Og við teljum okkur að geta rökstuð það með því að framkvæmdakostnaður við virkjunina, hann eykst ef þú gengur mjög langt í þessum mótvægisaðgerðum. Það er hægt að sleppa laxastiganum til dæmis sem var lagt til, það fyrir virkjunina ódýrari. Og Landsvirkjun rekin þannig, skilst mér, við leiðum bara og dreifikerfi líka, það á kostnaðarbasis. Þú hækkar þá bara, það er alveg raunverulegt dæmi. Þú gengur mjög langt í mótvægisaðgerðum, það er dýrari en alla og það kemur á endanum fram með einum eða öðrum hætti á rafmagnsreikningum. Og við nálgumst þetta þannig, allavega einhverju leið. Og þegar við ætlum að meta þetta, að þá, til þess að búa til markaðsaðstæður, þá alltaf lágmarki verður að leggja setuteikningu þannig búin. Þetta er fólk sem að veit nákvæmlega hvernig þetta virkar og það er einu vandamáli, en það er kannski fáir í heildinni. Við séum þess að vilja virkja vilja ræðin í verndaflokk segi ég, þá er einnig eftir að skoða viljan til þess að borga fyrir að sé ekki virkast og þá kemur það þá fram í rafmagnsreikningum líka. Ef það er minna framboð á rafmagni að þá samkvæmt markaðsleiðumálum myndi rafmagnsreikningurinn hækka. Og spurningakönnunin sem er þá hönnuð, hún markmiðið er að meta greiðsluvilja til að koma í veg fyrir eða milda umhverfisáhrif. Þá ef það er ekki virkjað þá verða ekki umhverfisáhrifin og þá það virkjað þá að þau séu þá mildu. Og þetta er náttúrulega ekki svona leikrið, en á sama tíma þá það þessi innlegg í rammann og þú þarft þá að selja könnunina á þeim grundvelli að þetta sé undir. Og sem þetta, svo getur við náttúrulega verið með ýmsa fyrirvara á þessu, en þess vegna er töluvert lagt í þess. Við erum með forkönnun og við erum líka með rýnihópa á eftir. Við viljum fá bara almenna kalla, ég ætla ekki að vera með einhver kalla á því hvernig þú ætti að svara könnuninni þegar að senda þetta út á 6.000 manns. En það sem við erum líka steykt erfiðleikastigi og við lögum töluvert í því að þetta væri hlutleysi á myndrænu efninu og hvernig við vorum að matra upplýsingarnar frá faghópunum í rammanum, því að þær eru líka svolítið lagðar á borð. Þú átt að þáttakandi að taka afstöðu þitt á fyrirliggjandi gögnum sem að koma það. Þannig að eins og myndinu sem ég sýndi ykkur áðan, þær eru til dæmis úr því. Þannig ef við höfum gert verkefni til dæmis áður fyrir Landsnet, þar sem við vorum með Photoshop að mynda einhvern jarðstrengur lítið út, sem að okkur sagt að sé raunverulega hún gerði það hluti sem aðeila, en það voru miklar andstæða við þá mynd til dæmis og þá þarf að taka afstöðu til þessi endanlega könnun. Getum við lagt af stað með þetta eða brengla þetta einhvern veginn svörunina eða trúveruleika þess við erum að gera því að þessi mynd að stöðu. Það sé ekki náttúrulega þessum. En við erum síðan að leggja ákveðnar aðstæður á borð. Við erum að kynna þetta sem könnun þjóðfélagslega mikilvægt málefni og þitt svar sé innlegg í það. Og við okkur var alltaf sagt sem að gerðum þetta verkefni þetta væri það, hvernig sem þetta endaði síðan. Þannig að við förum alltaf á stað með það við trúum því. Þannig að þetta er svo líka þetta trúir fólk aðstæðan sem að snýst líka þetta, ég er að kynna þetta fyrir að segja að mótvægisaðgerðin hækki framkvæmdakostnað og framkvæmdakostnaðurinn kemur einnig fram á rafmagnsreikningnum og gagnvart þeim sem vill vera í verndaflokka þá segja að það eykst ekki framboð á rafmagni, eftirspurnin að aukast og það leiðandi þess að mun rafmagnsreikningurinn þá hækka. Það er það sem er greiðslumiðin í þessum verkefnum. Og það er líka að ná utan trúveruleika þess. Þetta náður kannski, ekki allir 100% seldir á þetta, en og við erum ekki heldur að það samt til lægsta samverðnar heldur, en þetta svona í heildina náðu þá að
síja fólk einhvern veginn út í svörum sínum sem hefur enga trú á þessu, en náum við bara hismið frá kjarnanum, náum við þessum kjarnum. Og eftir... En ég má spyrja, þú veist, annars þetta svona, þessar fórprófanir, þú veist, þú fær einhverja investeringu frá fólki með því að segja, þú veist, þetta eitthvað sem getur tekið með raunverulega ákvörðunartöku og eitthvað svona, því að þetta eru náttúrulega kognitíft erfiðar svona kannanir, sko, og það er alveg að hafa fólk svona interested, sko. En ég minna að hefur ekki áhyggjur af því að það narratív hafi áhrif á strategísk svör. Jú, við reynum svo sem líka að við gerum það með sem svona aukaspurningum inn í könnuninni að reyna að síja þau út sem strategísku svörin. Ég ætla að fer aðeins yfir eftir. Snáðum öllum, ég veit það ekki, en það er reynd. Svo er reynda fyrir bara eitt annað svona skrítin svör þau hafa minna vægi hjá okkur því við horfum á miðtölu og ekki í meðaltal. Já, fyrir utan það sko, þetta er nýttir og regression líka. En síðan sem það sem kemur og það sem okkur fannst áhugavert að við lagðum þetta fyrst á borð bara sem sagt taka afstöðu til þessum virkjunar og raðaðin. Bara þarna við gefum ýmsar upplýsingar, þar að byggja hlutlægi mati, þetta allavega upplýsingarna sem ramminn vinnur út frá hvernig þau raða þessu, hvernig þetta gagnvart þér. Og það sem kom fram í rýnihópnum var að fólk vildi rauninni segja meira. Það vildi geta, bara skjáð hugsin að fullu. Það eru margir sem eru kannski í prinsipinu á móti virkjun við Urriðafoss, en ekkert endilega virkjunum almennt. Og þar að leiðandi við vorum á þessu stigi málsins ekki gefa þeim færi á að tjá þennan vilja í könnunni, þannig að við brugðumst við því. Ég kem aðeins inn á eftir hvernig við gerum það. En þegar þetta er sent til fólks, þá og þú kannast þegar þú fáið tölupóstið búið að taka þátt í könnun og svo framvegis, við tölum aldrei Urriðafoss, við segjum aldrei til verkefni við ramman, segja eitthvað þess og það, og það er fyrsta skrifið að reyna að við reynum þetta ekki að við erum eitthvað sjálfval inn í. Þannig að það er svona fyrsta, þannig að við erum með svona, það er checklisti sem við reynum að fara eftir hverjum þess, og hann er ekki svo sem eitthvað sem við búum til heldur. Þannig að sem í stuttumáli þetta kynnt þannig að þetta verður liður verðmættamati á samfélagslega mikilvægt verkefni sem samfélagslega mikilvægt verkefni sem eru að gefa mikið að þjónustu. Svo bara opnar hann og þá heldur áfram. Urriðafoss kemur ekki fram alveg strax. Þetta er svona, hugmyndin er svolítið svona að draga þetta pínu inn, hún kynna þetta eins fyrir og svo svona, þessi svona safna maður svolítið svona saman. En eins og segjum, svo Tinna var að segja þess að þetta eru erfiðar kannanir og þess vegna erum við líka að við erum með peningi að senda þetta á 16.000 bara til þess að fá þessu svör, en þetta er ekkert einfalt. Og það er svo líka, horfum ekki endilega að þetta svar hlutfall að þessum 16.000 áverk endilega við, því að það eru spurningakönnunum sjálf í viðauka við skýrslunum, hún eina sig hagfræðistofnunar, við getum bara kynnt ykkur það. Það nokkur spurningar svo færðan á leiðinni og við hendum út úr könnuninni eða svara þeim að við teljum að þetta sé einhvern veginn strategísk svör. Við spyrja, hver þáttakan var á endanum og gafstu ykkur dæmi svona spurningar sem voru strategískar og verið til þess að þetta verið út? Ég er ekki með það í kynningunni, þær eru í skýrslunni, þannig að hún kom úr 2021 hjá Hagfræðistofnun, þannig að það ætti að vera tilvísanir í þetta þar. Mást bara senda tölupóst eftir helgi og finnur það. Já, endilega. En ég er alveg til að færa það. En við vorum eitthvað svona að reyna að ég kynnti þetta nokkur sem fyrir 5 árum og það var alltaf á tæknum. Þannig að við vorum svona og ég held samt að ef þetta svo Tinna að tala um kognitív erfitt, þetta held ég það bara líka. Svo þessi sagt. En svarhlutfallið eins og fyrir þess að við endum á að nota svör frá 3.000 eitthvað afhendan sem var ekki hent frá. Ég áallar þess að nákvæmlega tölu síðan. Ok, en þetta er eina fjallið af texta, ég lofa því. En þetta byrjar að því að það er bara svona verið að, þetta er svona að vera að rækja borð, þetta er bara svona matarborð. Það er búin velkomin, þetta er bara svona þægilega spurningar, fyrst. Það er svona verið bara að skoða við og þitt bara í víðinskilningi. Svo þeir eru svona aðeins og fagnar nær virkjunarkostum. Þeir eru að spyrja til dæmis eins og ferðastu mikið hálendi, ferðastu í óbeinni náttúru, þarna
hvert viðhorf þitt til dæmis til miðhálendisþjóðgarðs sem ég bendi öllum á viðauka 2 við þessa skýrslu því að mér fannst það mjög skemmtilegt að treysti mína fyrirfram fordóma hvernig fólk leit annars vegar á miðhálendisþjóðgarðinn og afstæður til virkjunum. En þannig að hugmyndin þessi, raunverulega fá fólk til þess að fara einhvern veginn í þessar aðstæður þá þú ert að hugsa það sem raunverulega undir á endan. Og líka að grípa fólk til dæmis eins og gagnvart búsetu og spyrja eins og hefur eitt miklum tíma á þessu svæði. Því að það einmitt aftur bara strategísk svörun og svoleiðis ég vil halda utan það að þó það ekki lögheimili þarna eftir mikið á svæðinu, því það annað. Og þeim ekki hent út en það haldi sérstaklega utan þau og tölulegar upplýsingar sem þau gefa frá sér eru ekki með. En þessi tekið sem svo þessi aðili hefur sannarlega vilja til þess að þessi virkjun sé verndruð en hann mögulega gegn greiðsluverðinni. Það svona fyrirvarði. En síðan leggjum við bara svolítið á borð það sem að gögnin frá ramman og kynnum Urriðafossvirkjun svona í töluvert flóknar mál svo sem ég var að gera á. Við erum alltaf missum marga út það er búið að horfa á teikna myndband frá Landsvirkjun sem er líka eitt af því sem við fáum rýnihópinn til að taka afstöðu til. Það kemur fram, þetta frá virkjunaraðilanum, en kannski sérðu allavega myndræn áhrifin einhver leið. Svo finnum við ramman svo framvegis. Áður en að þessu síðan líkilvægt í þessu að ég sagði að þetta væri tvenns konar. Annars vegar viðhorfið gagnvart þessu að þú viljir virkja eða ekki og þá þarf ég að nálga greiðsluviljaðinn út frá tveimur áttum hvað það var þar. Þá er bara beðin að raða. Svo með það sem þú veist núna, hvernig myndir þú raða Urriðafossi? Þá er að draga, við erum að draga fram hvað sem okkur finnst með orkuspána, þá orkuspáin sem unnið eftir miðað við það að það þurfi að afla meira rafmagns. Þannig að, og þetta líka lagt þannig að borðist, ég er að vísa í orkuspána, ég er ekki að segja að þurfi meira rafmagn, orkuspána er að segja og það er það sem unnið eftir. Ég persónulega dreg hana aðeins í efa, svo það sé sagt. En síðan þetta líka það að þú þarft að átta þig á því að það kostar eitthvað að sleppa þessu. Eða þá að það kosti líka eitthvað að virkja þetta annað fólk. Það er einhver verðmæti að gæði sem undir. Og þetta fer alveg að verða einfalt, held ég. Sem sagt, á þessu stigi málsins þá var Urriðafossurinn hagkvæmasti virkjunarkostnaðurinn samkvæmt kostnaðarflokkurinn í rammann á þessu tíma. Það er búið að virkja sem var þá í flokki 1 og 7. Og það þýðir þá að ef það er ekki virkjað, þetta gafur eins og völduverndarflokk náttúrulega. Ef þú valdir það, þá þarf að gera grein fyrir því að það er eitthvað óhagkvæmara allavega í framleiðslunni sem það virkjað í staðinn og það endurspeglast á verðandarsreikningum. Og ef ekkert er virkjað, því þeir eru boðið það þá líka, þá þýðir það náttúrulega líka út af sem þá frambóðsskorti meldum að þá hættir rammarsöfn. Og þetta ásett að undirstrikar hann hærra kostnað. Og þú ert að hafa þetta í huga og svo tekur það stöðu í skiljuðu verðmæti sem er svona tækniatriði sem ég er að reyna að fara að sleppa því að fara yfir. Gagnvart þeim sem er orkunýtingarflokki þá er það að þú áttir þig á því að fyrsta lagi þú færð að segja einfaldlega að sem ég er saman umhverfisáhrif, ef svo er. Þú getur svarað á þeim borðsett ég vil þessa virkjun og ég ætla ekki að gera krónu í mótvæðisag. Það er alveg option. Fæstir gera það. Þannig að við erum samt að þá að láta þig gera eitthvað fyrir því að ef þetta er virkjað þá sé einhver umhverfis áhrif af því og einhver umhverfisgæðin sem er fórnað og þú getur með því að mótvæðisagir séu keðar við farið í þessum mótvæðisagir þá getur við unnið eitthvað mótið við staðfalagsastíginn og svo framvegis. En það kosti það eitthvað. Og þá er þetta einhvern veginn svona. Þegar þeim sem er að taka koma svona langt í rauninni, þá er meirihluti sem er aðarinni í orkunýtingarflokk. En við sjáum að það er líka tölvöld margir sem við bara geta samt ekki tekið afstöðu. Það er líka með.
Einhver sem vilja ekki taka afstöðu, veit ekki flokkurinn, ég passa mig mjög viljandi að segja, veit ekki, það getur bara þýtt allt. En það þýðir bara ákveða þetta, hér var ekki afstæða tekin og ég vil ekki svara að þetta ekki sami hlutur. En einhver síður sem það sá einstaklega flokkur sem kemur hérna fram, þú getur sagt að þetta sé þá reyninni einhvers konar vinsældakosning, þannig það vilja það styrkjum. En ef það nálgast þetta út frá því út frá hvora sjónarmiðinu og nálgast það, þú getur líka sagt þetta þarf að vera meirihluti fyrir orkunýtingu og það nægir því ekki heldur. Og hér eru þeir sem ég veit ekki frábær, en þessu í skýrslunni og þessu vegna ég bara með þetta eins. Hérna það sem þú spurður út í af hverju raðarinn svona, sem einmitt eina dæmi spurningu til dæmis sem við reynum að síja eins og það séu líka lúmskar en það. Það fólk að tala sé þjóðslega mikilvægt, einhverju segja virkjunum sé í byggð sem bara matkennt. En við sjáum flestir að tala sem það svo margar virkjanir í Þjórsá. Það ákveðið viðhorf sem við líka mætum aðeins í þessu rýnihópum að afstæða fólk gagnvart þessu svolítið skiptist líka svolítið í því að segja klárum bara að virkja Þjórsá, við erum byrjuð að því. Ég alveg til í að virkja þarna ef það þýðir að við getum friðað aðra landstöðu. Það alveg viðhorf sem kemur fram líka. Margir byrja bara fyrir sig rafmagnsþörf og mikið af þessu tengist. Virkjanir Þjórsá, raskar fyrir líka. Og ég nota síðan bara algoritma til að flokka saman textasög, líka svo að það sé sagt og þetta bara textabók sem þú skrifar í. Af því að einmitt aftur, ég vil bara að þú segir mér sem mest. Það bara mitt síðan að þurfa að vinna því. En svo ég náttúrulega segi líka sem að því sem standa í hverfunni, þau náttúrulega líka þá að vera bara opinskáð með það að í mati rammans umhverfisáhrifin lítil. Það er það sem sagt. Við segjum líka frá því sem ég sýndi ykkur varandi fagópana sem að setja hana haldin ennþá í biðflokki út af því sem ég kalla bara kerfisfalla á ramman. Það svo viktigt. Þannig að sjá hérna, en síðan einhverju segja, en einhver til að taka fram, það sé eftirsjá af fossinu og einhvern veginn svona, þú veit svona virkjana en ég hef samt eftirsjá og það samt, ég tegi svo þannig að fólki hafi reynt að einhver leiti sér ítrast að koma því á framfæri og fossin sé samt einhvern veginn verður. En ekki það, þessi mynd bara til gamans, þannig, fyrir ekki. Þjóma heiti ég forstöðumaður loftslags- og áhrifastýringar hjá Landsvirkjun. Ég bara forvitin, var þetta allt skrifað fyrir? Nei, þau skrifuðu textabóks. Já, þau koma bara með þetta sjálf. Já, svo það bara textaalgoritmi sem bara týnur út orðinu og flokkar þér saman. Ég bjó líka til einhver svona orðaský, það í skýrslunni. Nei, það líkilegt við í þessu og þetta til dæmis þægilegt í að til dæmis síja út svörin með þetta að segjum mér bara núna allt sem þú vilt, þú hefur einhver 500 orð, 500 stafafíl, svona passíða bóks og segjum mér bara af hverju þú vildir þessu svona. Svo ekki eitt varandi bara vægið, bara því minnist á, UNESCO og þetta myndist það sérstaklega. Þetta líka andlega verndins og ef hlutir eru með þannig verndargildi að þeirra fari í gegnum friðsíkaferli sem að mætti þó alveg vera virkar, að þá þetta tekið tillit til þess. Já, það sjálfsög. Já, mér algjörlega, það er alveg rétt. Í könnuninni sjálfri bara það að passa upp á það. Ég kannski ekkert með svona, ég að reyna að búa til bara einhver svona dæmi mælingarnar á þessu. En það er alveg rétt. Ef þetta fær þessa vernd, þá náttúrulega, þá hefur það önnur áhrif. Þeir sem að viltu, að fyrir ekki það kemur fram. Þeir sem að völdu verndarblokk, þeir eru mest að tala náttúruvernd og síðan laxastofninn, sem þá náttúrulega líka, náttúruverndin er náttúrulega bara almennari, þannig bara sem þau nota, en það er líka bara að tala fossin. Þetta ratar ekki beint í tölulega mati, en ef það túlkir það einhvern veginn, þá sé fossin, við myndum að segja þetta sannlega ásýnd fossins. Sjónrænu áhrifin eru þá, ég flokka það ekki með fossinum að því að hérna skipti ekki fram að þetta séu sjónrænu áhrifin, hérna bara að fossin bara segja það sem hann skipti máli fyrir viðkomandi. Ég tek þannig afstöðu til þess það er margir segja að það sé ekki þörf á rafmagni og það tala að svona möguleg ferðarþjónustu hérna. Gerðum þetta líklega eins og talað að síu, mótfallin virkjunum almennt. Ég myndi til dæmis einhver sem að segja með þetta
þegar ég að skala upp tölurnar til þess að setja fram með svona heildarverðmið á þetta, þá fá þessir að hanga með í þeim skilningi að ég segi þessi hlutfalli þeirra sem að hafa greiðsluvilja fyrir umhverfisáhrifum, þá áttu með í þeim. Peningasvarið þitt í þessari könnun rataði ekki. Það þess að því að ef það er ekki aðstæður að þú gætir einhvern tímann verið til í að virkja eitthvað, þú veist, og það er náttúrulega mjög ýkt túlkun á þessu svari, þá ert það ekki með. Þú ert ekki þess að þá, þú veist, ég get ekki treyst peningasvarinu einu sem unnið. Síðan, já, það er eitthvað sem nær 2500 en ekki 3000, þau sem að svöruðu skildu á náttúrulega. En, sem sagt, þeir eru að skala þessu áhrif, svo við talum það, því við keyrum síðan bara maður að meta eftirspunna fyrirlind úr svarinu sem bara tækna það fyrir sem að við bara ræðum hvert sem er í kraftleikuna. En sem sagt, þannig að við erum ákveðið matundir, svo erum við að skala það upp fyrir þá sem þjóðhagslega virðir og þá erum við að nálgast það út frá þeim sem hafa eitthvað að gera við greiðslu fyrir rafmagnsnotkun. Þetta erum við að undanskilja fólk með því, en við erum að sem sagt greiðsluhjólið í þessu verkefni er rafmagnsreikningurinn. Þá teljum við þannig að þú verður þá að yfir að vera að borga rafmagnsreikning til að geta talið með. Þannig að annmarki á aðferðinni, þetta er náttúrulega bara mat. Þannig að þú spurður sem þetta borgar rafmagnsreikning núna fyrst þú að maður ekki neitt veist eða sérðu fyrir að greiða fyrir rafmagnsnotkun næsta ári. Það orða ekki með þess að þessu. Og þar við tökum þannig að það er nú fyrsta kríterían fyrir því að hvernig hlutföllunum er reiknuð. Síðan teljum við bara að þeir hafi ekki greiðsluvilja. Það er til dæmis þá líka frá orkunýtingamegin til dæmis þannig að þú segir sko mér er bara saman. Þannig að þessi umhverfisáhrif þau mega vera en það mælist ekki vilji hjá mér til að koma í veg fyrir. Það er þá bara gott að það. Þeir eru þá ekki með. 312 eru taldir ígja greiðsluvilja sem. Það er meðal annars gagnvart svarinu sem við sýnum fyrir áðan, en líka þeir sem að við erum boðin að peningaupphæðir gerum þetta í lótum og þú segir alltaf bara hæstu möguleg upphæð og síðan eftir sem spurður eftir, þarna mann ekki nákvæmlega finna orða þetta einhvern veginn þá verið hefur sagt já við ennþá stærri upphæð. Og þú segir já við því og það birtist þér bara ef þú svarar svona og verður með að greina einhverja strategíu og svarar þannig og þá grípum við þér líka. Þú ert að íkja þeim greiðsluvilja, gott og vel, en þú ert svona með í hlut, þú ert auðvitað með greiðsluvilja en ég er ekki að snöfta en í tölulega undirliggjandi mati þá er krónutölusvörin þín ekki með. En það er raunverulegu greiðsluvilji og núl ekki með. Ef hann er raunverulegur bara, þú veist, sumin er bara, það er mjög lítið en einhverjum er bara raunverulega alveg saman. Já, sko, þau fara með inn í þau fara inn í matið, sem bara sem nú, sem það innsta hérna, þau fara inn í matið, þau eru bara þessi bara með nú. En þau varandi hlutfallsskuluna hérna, sem það er segjum að 99% átækjata höfðu greiðsluvilja, þá er þessi 31 fara ekki þar. En í metna líkan undir, þá svörin þeirra eru með, það er það bara, það er líka það fyrir. Síðan þegar þáverandi yfirldi þjóðskrá, þá voru þetta margar íbúðir í landinu og við gerum ráð fyrir bara eina rafmagnsreikningu baka hverja íbúð. Þannig að þá er það spurningin að við erum að herma þessa niðurstöðu þá upp á styrta undir 42.000 rafmagnsreikningu. Þannig að það er þá á endanum þannig skýri þess að tölumati sem ég legg fram. Svo þess að svona eitthvað tækniatriði, þetta er í viðurkennsskýrslunni og mín reynsla sem málstofun sem ég hef sótt hérna í 14 mörg ár og tekið þátt í lengi. En svo ef ég sýningur eitthvað með þetta í öfnum þá tölu ekkert önnum þannig, en ég er bara slætt það. En aftur ég er alveg til að hitta fólk og ræða þetta. Svo nálgum við þetta út frá eingreiðslum. Þegar fólk er að taka afstöðu, þá er það bara mánaðarlegum basis, rafmagnsreikningur er hækkar svona mikið. Og við erum líka að spyrja þess fyrir fram, svo ég fakki aðeins hvað það borgar mikið í rafmagnsmáli, hvað það skiptir máli. Og svo er það með líka síður út ef þú segir fyrir að, ef
það fer inn í til þess varandi ígjur að þú segir að borga 100.000 í ramma. Það til dæmis. En upphæðinni matreið þannig að þetta sé bara einhver eingreiðsla. Bara þetta þá eilíða skuldabréf, eilíða greiðslur sem nú eru með þeim hætti og það þá að segja með einhvers konar, kemur einhver upplýsingar varandi þá einhvers konar verðmat á umhverfisáhrifum. Og þegar komið það verðmat þá þarf ég að bera það að lágmarki alltaf á móti, það er kostnaður, ég þarf að bera það á móti ábatanum og þannig er ég komið með einhverja sömu mæleiningu skiljiði til að geta tekið raunverulega ákvörðun þetta það sem á sér stóð í velferðarhagfræði, hvort ég virkja hérna eða ekki. Það er eitt eina aðferðin til þess að gera það svo það er líka hægt að vera með kosningar til dæmis og svo framvegis. En allavega ég er að verja það að nota þessum eilíða greiðslur af því að virkjunin alltaf til, hún lifir ekki eilífð og einhver áhrifun að ganga tilbaka, nógusin það er bara þetta mikið. Þannig að þess að þá byrst líka með þeim fyrir ára. Við kynntum þetta varandi 6% ávöxtunarstuðul. Við skrifum ekki skýrslunni sem ekki af hverju það var, ég bara verið að viðurkenna að ég man ekki af hverju þetta við gerðum það. Það bara, tek það bara á mig. En ef við notum 6% ávöxtunarstuðul, þá getum við sagt að nú eftir greiðsluðri, þá í krónum ásins 2019, 2020 segi ég, sé þá 35,6 milljarðar. Þessi upphæð náttúrulega þá aftur, þetta er bara mat akkurat þarna. Vel verið framkvæmdakostnaðurinn getur að breyst, margt sem er breyst, en greiðslurinn getur líka viðhaldist. Það getur verið viðhorfsbreyting í samfélaginu á þessum tíma líka. Hærri ávöxtunarstuðull myndi þýða lægri fjárhæð og lægri myndi þýða hærri fjárhæð. Já, ég sýni það líka myndað eftir Þannig að má túlka þetta þannig að samfélagið sem til ég að leggja þessu upphæða hendi til að draga úr eða koma í veg fyrir umhverfisáhrif á virkjunarinnar. Það er einmitt aftur þetta, því ég þá taka þetta bæði frá þeim sem að velja að raðinni í nýtingarflokk og hinn. Og þetta kemur það einhvern saman í þessu. Og einmitt, það kannski best að sjá þetta bara fyrir mynd, þess að þetta fyrir þetta eftir aðvarstunni. Þannig að ef ég er með lægri, þá er sem ekki að tala hærri. Og ég hefði snett, ég var eitthvað sem ég greina klæri viðbútt. En ég ætla ekki að útskýra af hverju þetta er mikið. Það kom fram ég er búin að kynna ykkur þetta hingað til bara eins og við sáum þetta fyrir okkur upphæði. En síðan í rýnihópunum sem þarna, og þá velja sem við kallum skilyrt verðmætamöð, sem það talar úr því sem ég legg á borð. En fólk talar það sérstaklega í rýnihópa, það fengi ekki alveg að tjá hugsa. Og eins og ég sagði áðan þess það er kannski, það er mótvaldi virkjun á Urriðafossi, en það vill mæta metna orkuþörfina einhvern veginn. Þá setjum við eitthvað sem heitir valfélögin sem líka bara tæknilegs eðlis en svo sem ég prófesslega fólki, þar sem að þú farið framhaldi af öllu sem átt sér stað áðan að taka það afstöðu til þess að eitthvað en nú erum við búin að komast að því að við getum raða Urriðafossi með einhverjum hætti en myndur vilja gera eitthvað annað í staðinn. Og þá nálguðust við þetta út frá Við vorum að velja nokkrar jarðvarmavirkjanir, það var ekki úr og vindorku, eina vindorkuvirkjunum sem var þá í rammanum. Þetta er meira til hliðar af því að þetta fekk ekki sömu kynningu eða neitt þess áttar. Það er fekk það bara enga kynningu. Þetta er bara að hugsaði bara eitthvað vindorkuverk sem að gefa með jafn mikið ramman eða þetta jarðvarmavirkjun og krónutöluna þar undir voru úr sem kostnaðarflokkum og voru raunverulega að finna jarðvarmaverkefni myndra að vera flokkið 3 og 4 eða eitthvað og vindorkana að vera í líka í mánuðum. En þetta er alltaf að sýnir okkur afstöðuna til þess að kannski setja Ég fara tilbaka. Ég skil ekki hvað af hverju stóðu þið samlingu valkvæmst? Já, svo er líka, ég glemdi því, það er yfirmennandi hluti sem að tekur afstöðu hérna og það kemur alveg fram sérstaklega í rýnihópunum og líka aðeins í þessum myndu sem sýn gáðan. Fólk til að segja stóriðsamling. Það átt að segja því að þá losnar ram. Aftur þetta er meira haft með í könnunni sjálfri til þess að þú gangi frá borði og getur og upplifir þetta þannig að þú hafir að fullu tjá hvað þér finnst. Þannig að
þetta svona meira, ég þekki að þetta er gamanskert, en við höfðum aldrei, við leggjum ekki stað, í, einhverja ráðgjöf gagnvart rammanum til þess með þessar upplýsingar. En þú þá að lágmarki kemur því, en við miðlum því samt til rammans. Þetta í skýrslunni líka. Hvernig á að túlka þetta? Það væri þá, þannig að núllkosturinn hérna væri þá að virkja Öðrufoss virkjaður, en hvað með eitthvað annað í staðinn. Og þá ótilgreind jarðvarmavirkjun sem að kostar þá eitthvað meira en Urriðafoss af því að hún sem sagt í óhentugri kostnaðarflokki og stóriðjusamningur og þá náttúrulega líka þá tekur núvert þarna minnur við að nota áður í straumvíkmyndir og tekið þá var núvert virði á samningum hjá þeim og hvað það kostaði. Aftur þá það reyni til þess að þú getur gengið til þess að ná þeim sem að kannski vilja ekki virkja Urriðafoss en geta þá tjáð á lágmarki að þeir vilja það eitthvað annars. Hlutföllin á bakvið þetta eru hér. Af þeim sem röðuðu Urriðafossi í verndaflokk voru síðan í rauninni tilbúin að taka, þegar þókið fyrir það ég fái Urriðafossi í verndaflokk og þá væri ég til að taka á með vindorku sem kostar það eitthvað meira, sem kom frá myndin áður. Jarðvarma og svo framvegis. En þá sjáum við, en það sem ég að draga aðeins fram hérna líka, er að velja orkunýtingarflokk. Völdu langt flest Urriðafoss áfram, en það alveg einhver skiptum skoðun líka þegar þau fá val með eitthvað annað. Og það rauninni, og þá kem ég aftur að þessu fyrsta skrefi sem ég var að sýna einhvern völdu skrefin úr kostnaðarábótamati, að þau að taka þá afstöðu til einhverjum framkvæmda að þú drægir fram þá kosti sem að skila sömu niðurstöðu. Þannig að þeir taka afstöðu til virkjunar að það sem er tekið með okkur úr sem að ættir helst ekki að gera að segja þessi virkjun eða nei, þessi virkjun eða nei. Þetta séu með þessum heildstæði röðum og ramminn svo sem alveg að gera það á einhver leyti. En þá ég búinn. Þetta var verðfinn. Einu sinni þetta bara mjög grein, ég greinlega mjög, við fattum þetta ekki alveg. Er þá valkosturinn, ertu tilbúin að borga meira fyrir raforkuna þína út af því að við erum að greiða út af því við... Já. Það þarf eitthvað vanemdir út af einhverjum samningum. Já, við bara... Ertu tilbúin að taka meiri kostnað út af því við hentum einhverjum út? Við hentum einhverjum út og við þurfum að greiða þeim þá fyrir það. Og að því að er það raunverulega valmöguleiki? Ég held ekki, það eitthvað sem að ramminn hefur ekkert umboðum heldur, en aftur þá snýst þetta könnunin þarf að vera trúverðug að því leyti að í fyrsta lagi náttúrulega að þú kaupir það sem við erum að gera og það sé notað og þarna ég vona bara þegar það er verið að raða Urriðafossi aftur núna það sé kallað og horft í þetta mögulega metni ábættin ennþá meiri en þetta kostnaðarma. Það getur vel verið. En að þú þegar þú væri tilbúin að taka aftur þátt í þessari könnun þá ertu búin að koma þess til skila líka. Það er svona að einhver leyti er þetta betra en kostningar sem tegur frá afstöð til Svo tíminn nú er búinn. Megin niðurstaðan úr kostnaðarmatinu þessi 35 milljarðar. Já, þetta er niðurstaðan sem við erum þess kynnum. Sem á að gera sama við kostnað sem var settur upp. Já, sem var settur upp, útláðu kostnað vegna virkjana í peningum var 50 milljarðar. Já, til dæmis. Já, það er rétt. Þannig að þetta er svolítið hátt mat. Þannig að eigur, þannig að þú leggur þetta saman við framkvæmdakostnaðinn þá eigur hann töluvert og þá fara ábatinn allavega yfirst í það. Svo er það líka þetta, hefur ábatinn af rafmagnsframleiðslunni sjálfri verið smetið. Það er svo sem alltaf hann mál. En ég er að fara í réttir, þannig ég þarf að fara að hlaupa. Tíminn líka að vera búinn. Tíminn líka svo sem að vera búinn. Þannig ég er alveg tilbúin til skrás og ráðagerðar þetta eitthvað frekar ef að fólk veit og Sigurður náttúrulega svo sem var með í þessu og allar skammir fyrir ramman og svo að fara til hans, hann var í faghóp, við vinnum þetta fyrir. En voru einhverjar frekari spurningar?
Ok, þá þakka ég bara fyrir mig.